Ölkofra saga. Þórhallur hét maður, hann bjó í Bláskógum á Þórhallsstöðum. Hann var vel fjáreigandi og heldur við aldur saga sá gerðist. Lítill var hann og gljótur. Engi var hann íþróttamaður, en þó var hann hagur við járn og tré. Hann hafði þá iðju að gera öl á þingum til fjár sér, en af þessi iðn varð hann brátt málkunnugur öllu stórmenni, því að þeir keyptu mest munngát. Var þá sem oft kann verða að munngátin var misjafnt vinsæl og sá þeir seldu. Engi var Þórhallur veifiskati kallaður og heldur sýnkur. Honum voru augu þung, oftlega var það siður hans að hafa kofra á höfði og jafnan á þingum, en af því að hann var maður ekki nafnfrægur, þá gáfu þingmenn honum það nafn, en við hann festist að þeir kölluðu hann Ölkofra. Það varð til tíðinda eitt haust, að Ölkofri fór í skóg þann hann átti, og ætlaði að brenna kol, sem hann gerði. Skógur sá var upp frá Hrafnabjörgum og austur frá Lönguhlíð. Hann dvalðist þar nokkra daga og gerði til kola og brendi síðan viðinn og vagði nótt yfir gröfunum. En áleið nóttina, þá sofnaði hann, en eldur kom upp í gröfunum og hljóp í limit hjá og logaði það brátt. Því næst hljóp eldur í skóginn. Tók hann þá að brenna, þá gerist á vindur hvass. Nú vaknaði Ölkofri og varð því feginn að hann gæti sér forðað. Eldurinn hljóp í skóginn, brann sá skógur fyrst allur Ölkofri átti, en síðan hljóp eldur í þá skóga þar váru næstir, og brunnu skógar víða hraunið. Það nú kallað á Sviðningi. Þar brann skógur sá kallaður var Goðaskógur. Hann átti 6 goðar, ein var Snorri goði, annar Guðmundur Eyjólfsson, 3. Skafti lögsögumaður, 4. Þorkel Geitisson, 5. Eyjólfur, sonur Þórðar Gellis, 6. Þorkel Trefil Rauðabjarnarson. Þeir höfðu keypt skóga þá til þess að hafa til nytja sér á þingi. Eftir kolbrennu þessa fór Ölkofri heim, en tíðindi þessi spurðust víða héruð og komu fyrst til Skafta þeirra manna fyrir sköðum höfðu orðið. Haustið sendi hann orð norður til Eyjafjarðar með þeim mönnum ferð áttu milli héraða og lét segja Guðmundi skógabrennuna og það með að það mál var févænlegt. Slík erindi fóru og vestur í héruð til þeirra manna skóga höfðu átt. Fóru þá sendiboðum vetrin eftir milli þeirra allra og það með að goðar þeir 6 skyldu hittast á þingi og vera allir að einu ráði, en Skafti skyldi mál til búa því að hann satt næst. En vár kom og stefnudagar, þá reið Skafti til með marga menn og stefndi Ölkofra skógabrennuna og lét varða skóggang. Ölkofri var málóði og heldur stórorður. Lét þess ván ef vinir hans kæmi til þings að Skafti myndi eigi jafnt stórlega láta. Skafti svaraði fá og greið á brott. Sumarið eftir komu goðar þeir 6 til þings, skóga höfðu átt og höfðu brátt stefnu sína milli. Og var það ráðið að mál skyldi framhafa, en gera fé allmikið eða hafa sjálfdæmi. Ölkofri kom til þings og átti munngát að selja. Kom þá til fundar við vini sína þá sem vanir váru að kaupa öl að honum. Hann bauð þá liðs og bauð þeim öl að selja, en þeir svöruðu allir á einn veg að þau kaup hefðu þeir við ást, að þeim var ekki vilnað í, sögðu að þeir mundu eigi þeim byrni beitast að deila mál hans, ofureflismenn slíka og vildi engi maður heita honum liði, og engi vildi eiga kaup við hann. Þótti honum þá heldur vandast málið, gekk hann þá milli búða og fekk þá engi ansvör þótt hann bæði menn liðs. Var þá lokið stórleika hans og drambi. Það var dag einn að Ölkofri kom til búðar Þorsteins Síðuhallssonar og gekk fyrir hann og bað sér liðs. Þorsteinn veitti honum slík ansvör sem aðrir.
Maðurinn nefndur Broddi Bjarnason, mágur Þorsteins. Hann sat einn næsta honum. Broddi var þá á tvítugsaldri. Ölkofri gekk út með búðinni þá Þorsteinn hafði synjað honum liðs. Broddi mælti þá: Svá lýst mér, mágur, sem þessi maður muni ekki vel til skógarmanns felldur, og er það lítilræði að sekja hann þeim er miklir þykjast fyrir sér. Nú er það drengskapur, mágur, að veita honum lið, og mun þér það sýnast ráð. Þorsteinn svarar: Veittu honum lið ef þú ert alfús til, en veita mun ekki þér brautargengi til þess sem annars. Broddi mælti við manninn að ganga skyldi eftir Ölkofra. Sá gerði Svá, gekk út, og þar hjá búðarvegginum hitti hann Ölkofra. Stóð hann þar og grét aumlega. Þessi maður bað hann ganga inn í búðina og taka af sér óbit, og eigi skaltu snöggta þú kemur til Þorsteins. Ölkofri var grátfeginn og gerði Svá. En þeir komu fyrir Þorstein, þá tók Broddi til orða. Svá þykir mér sem Þorstein vilji þér lið veita, og þykir honum þetta klengisök vera. Máttir þú eigi gæta skóga þeirra er þú brenndir þann er þú áttir. Ölkofri mælti: Hver er sjá inn sæli maður er nú mælir við mig? Broddi heiti ég, segir hann. Þá mælti Ölkofri: Hvárt er hér Broddi Bjarnason? Svá segir Broddi. Bæði hvað Ölkofri að þú ert göfuglegri að sjá en aðrir menn, enda áttu til þess varit. Fór hann þar mörgum orðum og gerist þá hraustur í máli. Hitt nú til hvað Þorsteinn, ef þú ert alfús til, Broddi, að veita honum nokkurt lið, þú lofar hann þig svo mjög. Broddi stóð þá upp og margt manna með honum. Gekk hann út úr búðinni og hann bráð þá Ölkofra á einmæli og ræddi við hann. Síðan ganga þeir upp á völluna, var þar fyrir margt manna. Höfðu þeir þá verið í lögréttu, en aðrir menn höfðu í brott gengið þá sátu þeir eftir Guðmundur og Skafti og ræddu lög. Broddi og förunautar hans reikuðu völluna, en Ölkofri gekk í lögréttuna. Hann fell til jarðar og allur og kraup til fóta þeim og mælti: Sæl orðin hefi ykk fundið inna dýrlegu menn og höfðingja mína, eða munuð þitt nokkurt vilja mér hjálpa, innir góðu menn, þótt ég sé ómaklegur, því að ég verð nú alveg fyrir borði nema þitt dugir mér. Seint að telja orð Ölkofra, þau hann mælti, og lét hann sem aumlegast á allan hátt. Þá mælti Guðmundur til Skafta: Alvesalega lætur þessi maður. Skafti svarar: Hvar nú Ölkofri stórlæti þitt? Ólíklegt þótti þér í vár, þá vér fórum stefnu för að sá myndi þinn besti kostur, að leggja málið undir mig, eða hversu drjúgir verða þeir þér nú í liðveislunni, höfðingjarnir, þú hættir mér í vár. Ölkofri segir: Ær var ég þá, og þó verð ég vilda það eigi að þú dæmðir mitt mál, enda gettu eigi höfðingja, því að þeir örhjarta allir, þegar þeir sjá ykkur að koma. Sæl væra ég þá, ef ég næða því að koma undir ykkur mínu máli, eða á ég nokkura ván þess. En mákun það, Skafti minn, að þú hafir mér svo reiðst, að nú sé þess engi ostur. Var ég þá fól og afgrapi, ég neitaða gerð þinni, en ég þori eigi að sjá þá grimmu menn, þegar munu drepa mig, ef þitt hjálpið mér eigi við. Hann mælti oft eitt saman, sagði Svá að hann þóttist sæl, ef þeir skyldu dæma hans mál. Þykir mér það mitt fé best komið, þitt hafið. Guðmundur mælti til Skafta: Ekki ætla ég þennan vel til sektar fallin, eða mun eigi hitt heldur ráð, að við gerum hann fegin, og látum hann kjósa menn til gerðar þessar. Þó veit ég eigi hversu honum líkar, þetta mál eiga við hann. Nú þá, innir góðu menn, segir Ölkofri, veitið mér þá nokkrum dugnað eftir.
Skafti mælti: Undir mér er ligð máls þessa, því að ég fer með sökina. Munum við til þess hætta, Ölkóri, að við Guðmundur gerum og ljúkum málinu. Get ég að þér muni það duga við fullting okkart. Þá stóð Ölkóri upp og takast þeir síðan í hendur. Nefndi Ölkóri þegar vátta hvern að öðrum, og váttnefna kom upp þá drifu menn að. Nefndi Ölkóri fyrst Brodda og förunauta hans. Skafti mælti: Sökunautur vár býður okkur Guðmund til gerðar mál þetta, en þó að við hafum það staðfest með oss að skaða höfum fengið, að sjálfdæmi skyldi fyrir koma, þá viljum við Guðmundur það nú veita honum að við gerum heldur en aðrir, ef Þórhallur vil það kjörið hafa. Skulu þér þess neftir váttar að fyrir mál þetta skal fé gera, en eigi manns sektir. Ég hansala niðurfall að sökum þeim ég stefta í vár. Síðan slitu þeir handlaginu. Þá mælti Skafti við Guðmund: Hví mun eigi vel að við lúkim þessu af. Vel má það, segir Guðmundur. Ölkóri mælti: Ekki skulu þið hrapa því svá, því að ég er ekki ráðinn í að kjósa ykkur heldur en aðrir menn. Guðmundur mælti: Svá var skilit að við skildum gera, nema þú körir heldur þá aðra þetta mál eigu með okkur. Ölkóri segir: Því neitaði ég allan tíman að þeir skildu gera, en svá var skilit í handlagi að ég skildað kjósa tvá menn til, þá er ég vilda. Þá var leitað Hansals vætti, en þingmenn Guðmundar og Skafta deildust almjög að hversu skilit var, en Broddi og förunautar hans skáru skýrt ór að svá hefði skilit verið sem Ölkóri sagði, að hann skildi kjósa menn til gerðar. Þá mælti Skafti: Hvaðan rann sá alda undir, Ölkóri? Sé ég að þú heldur nokkuru rakkara halanum en fyrir stundu áðan, eða hverja menn muntu kjósa til gerðar? Ölkóri mælti: Ekki skal lengi að því hyggja. Ég kýs Þorstein Hallsson og Brodda Bjarnason, mág hans, og ætla ég að þá sé málið betur komið en þið gerðum. Skafti sagði að hann ætlaði að það mál væri vel komið þótt þeir gerðu því að málaefni vár eru brýn og góð, en þeir eru svá vitrir að þeir munu sjá kunna hversu þungs þú ert af verður. Ölkóri gekk þá í lið Brodda og fóru menn heim til búða. Eftir daginn skyldi upp segja sætt. Báru þeir þá ráð sín saman, Þorstein og Broddi. Vildi Þorstein meira gera, en Broddi kvað það skýrast að gera svá sem hann vildi og segja þá sjálfur sátt upp. Broddi bað hann kjósa hvort hann vildi, segja sátt upp eða sitja fyrir svörum ef nokkurir menn yrðu til að leita á gerðina. Þorstein lést heldur vilja segja sátt upp en skipta hnæfil yrðum við þá goðana. Síðan sagði Þorstein að Ölkóri skyldi eigi lengi þurfa síns hluta að bíða, hvað þá skyldu gjaldast féð allt að Lögbergi. Síðan gengu þeir til Lögbergs, en lokið var þar lögskil að mæla, þá spurði Þorstein Hallsson hvort goðar þeir væri að Lögbergi mál áttu að kæra við Ölkóra. Mér svo sagt að við Broddi skilum gera mál þetta, munum við nú upp lúka gerðinni ef þér viljið til hlýðu. Þeir sögðust góðs að vænta að þeir mundu rétt látir í gerðinni. Þá mælti Þorstein: Svá líst okkur á sem lítils sé fyrir vært skóga eðra félaga. Báru þeir félitlir og fjarlægir yður til gagns. Var eigingirni mikil í þeim mönnum góðs áttu kost og kalla það með eigu sinni annara, en hann átti eigi ábyrgjast yðvarn skóg hann brendi sinn skóg og slíkt váðaverk fyrir því að það í gerð lagt, þá skal gera nokkuð fyrir. Þér 6 menn hafið átt skógana, nú viljum við gera 6 álnar hverjum yðrum og skal það gjaldast hér þegar.
Broddi hafði við búist og stikað vaðmál í sundur, og kastar hann þá sér hverjum stúf til þeirra og mælti: slíkt kalla ég argaskatt. Skafti segir: auðsætt er það, Broddi, að þú ert fús til að eiga illt við oss. Hefur þú mjög stungist til þessa máls og hver þú lítt þvera fæti og að fjandskap við oss. Kann vera að oss falli önnur mál léttara. Broddi svarar: þurfa muntu þess, Skafti, að taka meira á öðrum sakferlum ef skríða skal í það skarð ormur frændi þinn reytti af þér fyrir mannssöngsdrápu þú ortir konu hans. Var það illa gert, enda var það illa goldið. Þá mælti Þorkell Trefil almjög missýnis slíkum manni sem Broddi er. Hann vil hafa vináttu ölkóra eða nokkurar mútugjafir og kaupa svá að gera sér að óvinum slíka menn sem hann hefur í fangi. Broddi segir: ekki er það missýni að halda einur sinni þótt mannamunur sé með yður ölkórfa, en hitt var gámsýni í vár þú reitt til várþings að þú varaðist eigi það Steingrímur hafði stóðhest selfeitan og lagðist hann upp að baki þér, en meirinn þú þú reitt var mögur og fell hún undir þér, og hefi ég eigi spurt til sanns hverjum þú þá slauðraði, en hitt sá menn að þú vart lengi fastur, því að hesturinn lagði fætruna fram yfir kápuna. Eyjólfur Þórðarson mælti: það satt að segja að sá maður hefur almjög dregið burt úr nefi oss, enda mælir rán og greiðin við oss á svá gert ofan. Broddi segir: eigi hefi ég dregið burt úr nefi yðru, þá var dregin burt úr nefi þér þú fórt norður til Skagafjarðar og stalt öxnum frá Þorkeli Eiríkssyni, en Guðdalastarri reið eftir þér og sátu þá eftirförina þér váruð komnir í Vatnsdal. Varstu þá svo hræddur að þú brátt þér í meira líki og váru slíkt fyrn mikil, en þeir starri ráku aftur öxnina, og var það satt að hann dró burt úr nefi þér. Þá mælti Snorri goði: allt oss annað tiltækilegra en deila hér illyrðum við Brodda, en það líkast að vér gerum oss minnisamt fjandskap þennan Broddi lýsir oss ef vér komumst í færi. Broddi segir: snýr þú þá sæmðunum, Snorri, ef þú leggur allan hug á að hefna mér, en þú hefnir eigi föður þíns. Þá mælti Þorkell Geitisson: þetta líkast að þú hafir það helst af nafni því þú ert eftir heitin, að hann vildi hvers manns hlut óhæfan af sér láta, og það annað að menn þoli eigi og liggir þú drepinn stundir líða. Broddi segir: engi vegur okkur í frændi að yppa hér við alþýðu ógæfu frændavara, en ég skal þess stylja margir vitu að Brodd-Helgi var veginn. Var mér og það sagt að faðir þinn tæki ofarlega til þeirra launana, en hitt ætla ég, ef þú leitar að, þú munir fingrum kenna það faðir minn markaði þig í Böðvarsdal. Eftir það skildust þeir og gengu heim til búðar, nú ölköfri úr sögunni. Annan dag eftir gekk Broddi til búðar Þorkells Geitissonar og inn í búðina og kastaði orðum á Þorkel. Hann svaraði fá og var reiðasti. Broddi mælti: því ég hér komin, frændi, að ég sá mismíði á því ég talaða við þig. Vil ég þess biðja að þú virðir mér það til bernsku og óvisku, en látum eigi frændsemi okkra að verri. Ég hér sverðbúið ég vil gefa þér, vil ég að það fylgi að þú farir að heimboði til mín í sumar, og skal það lýsa að eigi skulu betri gripir í minni eigu en þeir þú skal tyggja. Þorkell tók þessu takksamlega, sagði að hann var þess fús að þeir gerði góða sína frændsemi, gekk þá Broddi heim. Þá var aftaninn fyrir þönglausnir að Broddi gekk vestur yfir á, en við brúarsporðin hittast þeir Guðmundur og varð ekki að kveðju.
og þeir skildust þá veik Guðmundur aftur og mælti: Hverja leið skaltu ríða af þingi Broddi? Hann sneri aftur og mælti: Ef þér forvitni á því, þá mun ég ríða kjöl til Skagafjarðar, þá til Eyjafjarðar, þaðan Ljósavatnsskarð og svá til Mývatns og síðan Möðrudalsheiði. Guðmundur mælti: Efn orð þín og ríð Ljósavatnsskarð. Broddi segir: Efna skal það, eða ætlar þú, Guðmundur, að verja mér skarðið? Almjög eru þér þá mislagðar hendur, ef þú varðar mér Ljósavatnsskarð, svá að ég mega þar eigi fara með förunautum mínum, en þú varðar það eigi eitt litla skarðið sem í milli þjóa þér, svá að ámælislaust sé. Skildust þeir við svá búið og spurðust þessi orð allt þingið. En Þorkel Geitisson var þess vís, þá gekk hann til fundar við Brodda og bað að hann skyldi ríða sandleið eða ella eystra. Broddi segir: Ég mun ríða þá leið ég hefi sagt Guðmundi, því að hann mun virða mér til hugleysis ef ég fer eigi svá. Þorkel mælti: Við munum þá ríða báðir saman, frændi og flokkur okkar lítil. Broddi sagði að honum þótti sæmd í föruneyti hans og lést það gjarna vilja. Síðan ríða þeir Þorkel og Broddi báðir saman með flokka sína norður Öxnadalsheiði. Váru þeir á einni ferð og Einar Eyjólfsson, mágur Þorkels. Riðu þeir Broddi og Þorkel til Þverár með Einari og váru þar nótt. Síðan reið Einar á leið með þeim með fjölmenni mikill og skildust eigi fyrr en við Skjálfandafljót. Reið þá Einar heim, en þeir Þorkel og Broddi léttu eigi sinni ferð fyrr en þeir komu austur í Vopnafjörð til búa sinna. Það sumar fór Þorkel að heimboði til Brodda, frænda síns, og þá þar algóðar gjafir. Höfðu þeir þá inna bestu frændsemi með vináttu og helst það meðan þeir lifðu, og lík þar sögu ólkofra.